Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Sautján ár eru nú liðin frá því að Samherji eða ÚA tók síðast á móti nýju skipi hér á Akureyri, en það var þegar að Vilhelm Þorsteinsson kom til hafnar. Hinn nýji kaldbakur var smíðaður í skipasmíðastöð í Tyrklandi, en hann er sá þriðji í röðinni sem ber þetta nafn sem kennt er við fjallið í Eyjafirði. Fyrsti kaldbakur kom á 17. júní 1947, þannig að það eru þá 70 ár núna í vor síðan að við eignuðumst fyrsta kaldbak hér á Akureyri. Og síðan kom nýr kaldbakur í desember 74. Þannig að þetta eru 70 ár og þá þriðja skipið, þannig að það má kannski segja að það hefði mátt kannski endurnýja skipin aðeins hraðar en þau eins og skipið sem heitir Sólbakur núna, ég heit kaldbakur þegar hann kom, þetta hafi verið farsælskip. Gamli kaldbakur sem nú ber nafnið Sólbakur sigldi á móti nýja kaldbaki þegar hann kom fyrst til Hafnar á laugardag, en það er orðin 43 ár síðan sá eldri kom til Akureyrar. Það var ansi gaman að sjá þess að tvo togara sigla saman inn fjörðinn, en útlit þeirra er ansi ólíkt og þá sérstaklega stefnið, en þessi nýja hönnun er hluti af þeirri áherslu sem lögð var á hagkvæmni í orkunýtingu. Önnur dæmi hagkvæmari orkunýtingu þessa skips er að nýtt verður í auknum mæli sú orka sem áður tapaðist. Veiðarfærin verða þess eðlis að þau veita minni mótstöðu en eldri veiðarfæri, auk þess sem einangrun skipsins á að koma í veg fyrir orkutap. Til að sjá árangurinn af þessari vinnu þá getur verið áhugavert að sjá að árið 2001 má gera ráð fyrir því að skip hafi notað 1,25 lítra af olíu per kíló af fiski. Gert er ráð fyrir því að nýji kaldbakur geti náð því að nýta aðeins 0,25 lítra af olíu per kíló af fiski. Já, í raun þetta bara eins með flugvélar, það alltaf að breytast, það að segja verið að gera þær orkulega síðan hagkvæmari og það gildir alveg að sama með skip og alveg sama á bíla. Annað sem er nýtt í þessu skipi er umgjörðun utan loftnet. Á gamla kaldbaki má sjá að þau eru óvarin, en á nýja togaranum er búið að setja þau inn í sívalning sem er upphituð veðurhlíf sem hlífir búnaði frá veðrum og vindum. Þá er skjákerfið í skipinu líka ansi nýstárlegt. Það er breyting í framsetningunni á myndunum sem að skipstjórarnir sjá og með þessum stórum skjáum að þú getur hugsað þetta sem eitt stóran skjá og svo setur þau bara þær myndir, radarmynd, plotter, dýptarmæli eða veðurkortið eða hvað þú vilt hafa fyrir fram að þig. Þú raðar því bara niður eins og þú vilt hafa það. Þannig að skipstjórinn getur bara haft þetta algjörlega eins og hann vill hafa þetta? Já, og mismunandi eftir hvort hann er á veiðum eða hvort hann er siglingu. Þannig að þetta er nýtt. Það hefur ekki verið mér vitanlega gert svona í skipi áður en það virðist koma vel út. Vélbúnaðurinn er að þeirri nýjustu tækni og bestu sem við vitum og við erum með stóra skrúa þessu skipi sem býr þá til, gerir minni olíueyðslu. Síðan er þá aðbúnaður áhafnar öllu betri heldur en var. Það eru stærri og rúmbetri klefar og aðstæða fyrir hreyfiiðkun og þess háttar. Þó svo að skipið sjálft hafi verið smíðað í skipasmíðastöð í Tyrklandi þá voru ansi mörg íslensk fyrirtæki sem komu að verkinu. Auk starfsmanna ÚA og Samherja sem kom að því, þá sá verkfræðistofan skipatækni hönnun á skipinu sjálfu, raf og tækni á Akureyri hannaði rafmagnskerfi skipsins, Brimrún sá siglingatækjabúnaðinn, Nortek sá slökkvibúnað og viðvörunarkerfi, Nordata kom að hönnun á tölvukerfi og skjávegg, kælismiðjan Frost sér tækjabúnað sem kælir fiskinn, sérefni sjá tæknilýsing og eftirfylgni í málun skipsins, LED-lýsing í Kópavogi sá ljóskastara og vinnslulýsingu á skipinu og lokum sér slippurinn uppsetningu búnaðar á vinnsludekki. Við höfum valið það eins og svo oft áður að nýta hins mikinn íslenskan búnað í þau skip, hvort sem við nýsmíðar eða breytingar sem við getum. Og þá eftir að
setja vinslu, eða svona fiskvinnslubúnaðinu svo kvöldlega á borð og hann verður allir smíðar hér. Þannig að það er okkar val að eyða nokkrum mánuðum í það að smíða hann og koma honum borð. Þannig að það er svona tölvöld verkefni eftir en það mun örugglega ganga vel. Og hversu mikið verður fiskurinn unnin borð? Já, hann verður ekki unnin borð. Það verður gert að honum og hann kældur niður og síðan verður hann unnin í fiskverksmiðjunum á Akureyri og Dalvík. En það eru fleiri systurskip þessa, mætti kannski segja, í smíðum. Segðu okkur aðeins frá þeim. Já, við ákváðum það að smíða 3 skip sem er eins og við höfum þá von á því að í sumar komið þá nýtt skip til Dalvíkur, eins og við segjum, sem ber nafnið Björgólfur. Og svona í lok árs þá reiknum við með 3. skipinu sem ber nafnið Björg. Og hvernig að koma síðan og það voru aldeilis fínar móttökur sem þú voruð að fá? Já, mjög gleðilegt hvað margir taka þátt í að fagna nýju skipi. Það virðist ekki alltaf vera þannig að þegar kemur nýtt skip í bæinn að þá eru bæjarbúar mjög glaðir yfir því og síðan hafa þessi skip þjónað mjög vel og hafa enstu vel og þetta er alltaf gleði stund. Og þá bara svona að lokum, hvenær getur Kaldbakur farið á veiðar? Ég ætla ekki að lofa því en ekki svona að setja stefnun á eftir sjómannadag. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.